Enn árdegi, glæta á himni í austri og ég í blindingsleik í hugskoti mínu og hugskotum opna þar allar dyr og læt hugan ferðast þau húsakynni öll sem að tali nú afar skáldlega. Ég fór nú að hugsa það sem ég sagði síðast í síðasta pistli mínum og hefði reyndar hugsað það oft áður og jafnvel skrifað það á þessa heimasíðu. En það þetta að það alltaf verið sagt og sagt enn þann dag í dag, sérstaklega fáfróðu fólki, að Ísland sé ekki alfaraleið, sé langt í burtu frá byggðu bóli og eiginlega að detta út af jarðarkringlunni. En það er bara ekki svo. Þegar að er gáð og menn kynna sér málið. Ari fróði og Sæmundur og allir prestar kirkjunnar þar áður voru ekki menn með mönnum nema þeir færu til útlanda og lærðu þær í skólum á Bretlandseyjum og meginlandi Evrópu og kæmu heim með einhver ný fræði. Hvað tók Íslendinga mörg ár að stofna prentsmiðju á Hólum eftir að Gutenberg fann upp það apparat? Það voru bara nokkrir áratugir og þá kom út Guðbrandsbiblía. Og svona hefur þetta gengið alla tíð. Menn hafa alltaf sótt fróðleik til útlanda. Því að Ísland er bara ekkert langt frá öðrum löndum er raun og veru í alfaraleið. Það þótti bara eðlilegt að sigla á 7 dögum frá Íslandi til meginlandsins og öfugt og kannski 2-3 daga viðbót til að komast til Grænlands og byggja þar upp byggð. Og þar var lífleg verslun. Og það var siglt með þá verslun að veru til Íslands eða bara beint til meginlandsins. Svo við höfum nú eiginlega verið hálfgerðir tatarar á stöðugu ferðalagi. Svo kom náttúrulega Jónas og þeir góðu menn og fóttu Kaupmannahafnar sem næsti bæri við Mið-Evrópu
Jónas Hallgrímsson, svo kom Sveinbjörn Sveinbjörnsson, fór til Leipzig, tónskáldið okkar, samdi fegusta þjóðsöng í heimi og svo Kollakolli. Hvað var þar tónlistarskólan í Reykjavík? En ég minnist þess þegar ég útskrifaðist tvítugur að á meðmælabréfi skólastjóra sem ég fékk að hafa með mér til Bandaríkjanna stóð Reykjavík College of Music. Já, snúum okkur að þessu Reykjavík College of Music. Fyrsti skólastjórinn hét Páll Ísólfsson, sem ég var nú svo heppinn að kynnast og læra hjá. Hann fór til Leipzig og var þar við nám og gekk eiginlega fram af sér þar í námi, eins og hann segir sjálfur frá. Nemandi hans hét Árni Kristjánsson og varð skólastjóri. Árni steig borð í eitthvað farskip sem lagði upp frá Akureyrarhöfn. Þá var hann bara pottormur. Ég held að hann hafi vart með 15 ára eða svo. Og sigldi. Og stúderaði á meginlandi Evrópu. Hann var skólastjóri númer 2. Í Reykjavík College of Music. Nemandi hans hét Jón Nordal. Þeir voru óskaplega samrýndir. Og Jón Nordal, fjölskylda hans, afréð að senda hann til Sviss, því að þar var ekki stríð. Þar var hins vegar mýgrútur af heimsins merkustu mönnum af þýsku bergi brotnu sem flúðu yfirgang nasismans. Hann var skólastjóri númer 3. Þriðji skólastjóri. Og skólastjóri þegar ég sótti skólavist. Að auki komið hingað til lands fjöldi hámenntaðra tónlistarmanna frá meginlandinu og tóku sér bólfestu hér á landi. Ég nefni nú bara einn sem var kennari minn, Dr. Róbert Abraham Ottosson. Hann lærði í Berlín. Og þegar ég kem í þennan skóla, það bil sem, það sama ár og ég í landsprófi, þá fer ég að líti kringum mig og kynnast kennurum skólans og áttar mig nú bara á því að þar eru eintómir hámenntaðir menn frá öllum heimshornum. Jón Þórarinsson var menntaður í Yale háskóla. Sigurður Markússon, svo ég nefnir bara einhvern hand, menntaður í Curtis Institute of Music. Björn Ólafsson, fiðlukennari, fiðluleikari og konsertmeistari
og stjórnandi skólahljómsveitarinnar var menntaður, ég held ég megi segja það, í Vínarborg. Aðrir voru menntaðir í London, sumir í Kaupmannahöfn og svo framvegis. Tónlistarskólinn í Reykjavík var sem sagt mikrokosmos í alfara leið og enn. Kennarar, segjum lektorar og prófessorar þessa skóla eru allir háskólagengnir og hámenntaðir menn og karlar og konur. Og úr því nefndi konur þá var nefna til dæmis Jórunni Viðar sem stúderaði í Juilliard. Hún frænka mín berði að tróða því hér að. Og Guðni Guðmundsdóttir lærði fyrst í Eastman og síðan í Juilliard. Og svona getum að halda áfram endalaust. Því var það að það hvarflaði ekki að mér að fara í einhvern menntaskóla og læra þar einhverja algebru. Ég vildi bara fara beint í tónlistarnámið hjá þessum hámenntaða fólki. Og ekki nóg með það. Ég vildi læra allt sem það gat kennt mér. Og það var ekki vegna þess að ég ætlaði mér að vera tannlæknir eða prestur eða lögfræðingur eða eitthvað. Það var vegna þess að ég ætlaði að vera tónlistarmaður. Gera það tónlistina ævistarfi mínu. Og þá var hvergi betra að vera en í þessum mikrokosmos. Nemandi Jóns var til dæmis Þorkell Sigurbjörnsson. Hann fór til Bandaríkjanna og víðar og fleiri. Þorkell kunni allt. Hann hafði það fram yfir flesta kennara, segjum prófessora bara, við þennan skóla, að hann hafði lært tónvísindi, tónlistarsögu, alveg frá fornu fari og til dagsins dag og tónfræði, hljómfræði, kontrapunkt og öll fræðin, eins og sagt er. Eins og Jón sagði við mig, þú voru að læra fræðin. Það er ekki nóg að spila píanó, Guðmundur. Þú voru að læra fræðin. Eins var hann Atla Heimi. Hann kunni bókstaflega allt. En ólíkari menn ég hef bara ekki kynst ólíkari mönnum en Þorkalli og Atla, svo dæmis er tekið. Sem sagt, ég bara tók þá ákvörðun að fara beinustu leið í tónlistarskólann og ég held að það 5 ára nám
frá móti kvölds hafi verið margfalt á miða við það að stunda nám í menntaskóla í 4 ár. Í öllum falli var ég 5 árum undan þeim sem voru bara að læra á hljóðfæri í tónlistarskólanum og ekkert annað. Ég var sem sagt tilbúin undir háskólanám þegar þessu lauk, þegar ég lauk mínu kennaraprófi, 20 ára aldri. Árvís ekki sett upp nein húfa, en ég var með skírteini frá Reykjavík College of Music sem gerði mig kleift að sækja tónlistarskóla víða veröld. Ég held ég fjölyrði ekki frekar tónlistarskólan. Ég hef skrifað greinar í bæði blöð og á þessa heimasíðu allt sem þar fór fram í formlegu námi, félagslífi og öðru, og bendi þeim sem hafa áhuga að kynna sér það bara að leita á þessari síðu, á þessari netsíðu. Þá kemur nú ýmislegt í ljós.